Hann á afmæli í dag, Já, þeir eiga afmæli. Ég með 2 bræður í settinu, allsendis óskylda meira að segja. Ég held ég hafi ekkert fleiri orð. Þetta eru þeir Valmar og Summi Kvandal. Ég kann ekki ávarpa ykkur öðru sem piltar. Nei. Er það ekki alltaf leið? Það bara flott. Það er alltaf fína. Verið hjartanlega velkomnir, kæru bræður. Takk. Og til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Takk. Þeir eru stórir. Við erum stórir. Þið megið fara í ríkið. Við megum fara í ríkið loksins. Yey! 20 ára gamlir. 20 ára gamlir Kvandalsbræður. Já, ótrúlegt. Hvernig hefði grunað að þessi ullarhúfu della yrði svona gömul? Já. Já, með svona hvernig við lögðum upp með þetta þá átti þetta ekki að geta orðið langlíft, sko. Þetta var ekki planið? Nei, þetta var ekki planið. Nei, þið byrjuðuð, þið voru 3 í upphæðu, það ekki? Já, ég, Röggi og Valur byrjuðum með, í lópapeysunum með flókahattana. Já, smart move hvenær ákváðuð að leggja þeim? Það var í alvörunni bara þegar það leiði yfir mig á tónleikum. Í alvöru? Já, þá var tekin bara ákvörðun það að við værum bara of vel klæddir með þú þekkir tónleikastaði, þetta er oft bara mjög heitt þarna inni. Já, ég meina ég hef hort á vin minn hella svita úr ermi á græna hattinu, sko. Og náttúrulega flókahattur, sko, hleypir engu út, sko. Ok. Þannig og þá fórum við í stuttbuxur. Ok, það er bara alveg hinn endinn? Já, það var alveg hinn endinn. Ok. Valmar, þú komst inn í stuttbuxuna, það ekki? Já. Já. En hvað er núna? Er þetta bara svona casual? Þið er ekkert það er ekki einkennisbúningur? Í rauninni ekki, sko. Þetta er frekar frjálst. Þetta er frjálst, það er frjálst aðferð. Reyna að vera bara snyrtilegir. Alltaf svona til að byrja með kvöldið? Já, við byrjum oft snyrtilegir, sko. Já, ok. En svo svona miðbygg. Fara í fataskáp og finna skást. Off. Skást off? Já, við erum alltaf bara orðnir miðaldra kallar og er það ekki bara eitthvað svona basic. En þið eru búin að vera ótrúlega öflugir í 20 ár. Já. Þið eru búin að gera fullt af plötum og spila alls staðar og hvergi. Og hvernig heldur maður upp á 20 ára afmæli? Nú þarf ég að fá að vita. Hvað gerir þið? Já, það var bara draumur okkar lengi í hljómsveitinni að fara að túra landið, eins og við segjum. Og þá vorum við að hugsa að túra svona minnistaði. Ég veit ekki hvort það er kannski ekki margir stóri staðir um landið, en taka svona sjávarplássinn og ekkert endilega stæðstu staðina þar heldur. Já, ok. Ekki endilega félagsheimilið. Nei. Heldur bara svona þjappa fólki inn á litla krá og... Já, bara eldhúsborðið hjá einhverjum og... Já, og líka náttúrulega bara á mánudagskvöldi og, eða bara virkum degi. Tókuð alveg svona vikutúr? Já, spilum bara heila viku. Og vorum á mánudegi á Egilsstöðum, miðvikudegi á Höfn í Hornafirði og 50 degi á Hvolsvelli. Það sem dæmi. Vá. Þarna á Höfn, í Höfn. Þarna vildi hann að láta okkur að spila í salnum. Við bara neitum, það var sem sagt barinn var eins og átti að vera til hliðar. Við spiluðum með barnum. Já. Við tókum ekki salinn. Við stútfylltum bara barinn. Þannig að fólk bara satt á öxlum? Já, satt bara svona ofan á hvort öðru. Af því að við vildum bara ekki fara í hennan feeling að... Það var flottur salur. Já, mjög flottur salur. Geggjaður salur. Já, hann er þannig. Seinna aftur, sko. En þá bara ertu með fólk svona út allt einhvern veginn og langt í burtu. Já. Og við vildum fá svona þessa nánd, sko. En það bara kynntust við fólki í þessari ferð og... Og jafnvel í miðju lagi bara? Já, bara í miðju lagi. Og bara gaman að koma á þessa staði sem við hefum ekki spilað áður og upplifa það að fólk náttúrulega bara þekkti okkur og þekkti lögin okkar og svona kom bara skemmtilega óvart. Já. Hvað fóru margir af staði í ferðalagið? Hvað kom margir tilbaka? Allir? Bara 100%. 100%? Já. Það er mjög góða heimtur. Nei, reyndar að veit að hver var þetta eftir? Pétur var þetta eftir til að byrja með en hann skilaði sig bara kvöldið seinna. Nú já, ok. Hann tók aðeins lengra, brölta á það við. En nei, ég er svona fegin að við fórum þessa ferð sko á þessum aldri en ekki þegar við vorum 10 ára sko. Það hefði getað endað öðruvísi. Það hefði endað öðruvísi og mögulega voru styttri ferð líka? Já. Þannig að ég held að við gert þetta bara á hárréttum tíma sko. Já, þetta er þroski. Já, þetta er þroski. Þetta er þroski. Já. Og sko, þá en þið ætlaði að halda stóra afmælisveislu, eða ekki? Og hvað stendur til þá? Flugeldasýning? Já. Já. Hún fór vel fyrir sunnan daginn, las ég? Já, í Bæjarbíó. Já, það var góð sprenging þar. Var það ekki?
Var þetta ekki gaman? Jú, æðislegt. Það er geggjað að spila Já, Bæjarbíó. Bæjarbíó er náttúrulega bara algjör snilld, sko. Það er ekki spurning. En þetta er heimabærin ykkar? Þetta er heimabærinn okkar. Þetta er heimabærin. Og nú ætlaði að telja í? Já, og svona venjulega hefðum við kannski spilað bara á Græna hattinum, sem er náttúrulega bara, eins og þú þekkir líka, bara svona heimavöllurinn. Já, já. En við ætlum að gera hluti, þarna, tæknilega hluti á sviði og svoleiðis sem að krefjast svona þess að við þurfum stórt svið og við þurfum hátt til lofts og þannig að þetta verður svolítið meira en tónleikar, sko. Við erum að tala um svona jafnvel að jaðri við þetta verður einhvers konar sirkus. Nei, nei. Jú. Þannig að Nú verður að segja eitthvað meira. Já, hann má náttúrulega ekki segja of mikið. Nei, og já, Valmar stendur sér vel í því, hann er þögull sem gröfin. En þú veist, ég sér kannski Valmar fyrir þér á svona stóru hjóli með fiðluna, skilur Verður hann svona einhjóli? Já, einhjóli. Já, þetta líst mér vel á. Kemur jafnvel svífandi niður úr loftinu. Já. Þú veist, með harmoníkuna. Valur náttúrulega vanur úr, þú veist, slökkviliðs, renna sinni yfir alls konar hluti. Já, það verður hann að súla. En til að byrja með góður eldri borgarar myndi ekki komast á svið á Græna, skilur. Nei, alls ekki. Við urðum að fá að hóra. Er það þau sem eru að æfa svo einhjól? Já. Við urðum að hafa þau með okkur náttúrulega. Við fórum í góða ferð með þeim til Íslands fyrir nokkrum árum. Já. Fengum far með þeim í flugvélinni. Stórkostlegt. Já. Og við heldum tónleika í Íslandi þá og þau líka. Þannig að við erum svona sameina kraft okkar aftur. Já, þetta verður gaman. Já, mjög gaman. Sóli Hólmaldar er með okkur líka. Og sér hann kynningu? Já, hann ætlar að vera svona, koma inn í og kynna meðan við erum að græja okkur og jafnvel, ég án alveg vona því að hann randi nú eitthvað hljómsveitina svona. Það er ekkert ólíklegt. Það er ekkert ólíklegt, sko. Þetta er svona einn angið þarna, lúður og létt tónlist. Já, leppalúðarnir. Leppalúðarnir, akkurat. Jú. Já, hann náttúrulega þekkir ykkur út og inn. Já. Þið fáið á daskinn hjá Sóla. Ég held það. Það er gott. Já. Þannig að þetta verður, já, við erum að vona að þetta verði svona skemmtileg upplifun. Þetta verður geggjað. En svo fólk mæti nú réttum degi, hvenær ætli að telja í? Manst þú það, Valmar? Við erum 1. október. Við erum 1. október. Þetta er alþjóðlegur dagur tónlistarinnar. Já. Og það er ekki til betri tilefni en þetta, sko. Nei, en eru þið ákveðlega alþjóðlegt band? Já. Með alþjóðlega tónlistastemmu Já. Við ætlum að vera, 1. október, við erum með tónleikar klukkan 7 og svo eru komnir aukatónleikar klukkan 10. Gott að vita það. Og miðasæðilega gengur bara fáránlega vel, þannig að það er bara, þetta eru svona bara síðustu miðarnir. Þetta er svona snooze you lose? Já, í rauninni. Ok. Það er svolítið þannig, sko. En gaman. Já. Þetta er ekki ekkert. Ég er búinn að vera nótari hjá mér, sko, þegar við verum 20 ára. Já, hvað er langt í það? Það eru 5 ár. Nei, 4 ár held ég. Já. Það Sævar hringir á eftir að leiðrétta mig. En í Pildar, til hamingju með túrinn og til hamingju með bara komandi afmælistónleika. Þetta verður skemmtilegt. Mjög. Þetta vonandi verður það. Þetta verður vonandi það af meðfæddri hógværð, segir Valmar. Pildar, hjartans þakki fyrir komuna og bara í stuði. Takk fyrir okkur.